messa yfir ykkur. Venjulega eru messurnar alltaf á sunnudögum kl. 11 en það er fínt að hafa svona eina hádegismessu á miðvikudegi. En ég er sjúkraþjálfari og er búinn að starfa sem slíkur í 26-7 ár. Byrjaði að þjálfa handbolta 1979, þannig að ég var í rúmlega 30 ár í að þjálfa bæði unga og eldri handboltamenn. Núna seinni árin er ég einmitt farin í það að þjálfa meira golfara, er með nokkra hópa í svona golfþjálfun og þá meira sem að kemur svona aðeins líkamlega þætti. Og svo er ég sjálfur náttúrulega í golfi og er svona, fer í göngutúra og hjóla og syndi og gerum það sitt lítið af hverju og er að berjast á móti það sem er kallað ofurþjálfun. Er að berjast á móti því að fólks bara gangi frá heilsunni með alls konar svona ofurmiklum æfingum. Þannig að það gengur mér illa því að vera að marka sér dálítið mikið að fólk eigi nú að gera allt og mikið. En það sem ég ætla að fara yfir í dag, það er svona verkefni sem ég hef verið að vinna í núna síðustu árin, dálítið kerfisbundið, þar sem að við erum farin að setja nema á rassvöðuna til þess að finna út hvort að rassvöðunni sé í rauninni virkir eða óvirkir. Og áður þá var maður alltaf að þjálfa rassvöðuna og ímyndaði sér að nú væri að þjálfa rassvöðuna, en núna í rauninni er maður komin í betra samband við það, þannig að maður sér svona í rauninni hvort að þeir séu að virka eða ekki. Og þá spurðið þið af hverju á maður að þjálfa rassvöðuna, það er það sem ég ætla að reyna að svara í dag. Þetta er ekki bara heiti eitthvað til að fá ykkur til að koma hingað, heldur þetta er heiti til þess að það komi ykkur í rauninni að gagni. Nú, ef þið munið eftir Ólympíuleikunum í sumar að þá var handboltalandsliðið að keppa og undirbúa sig fyrir Ólympíuleikana og þá var spurningi hvort að Aron Pálmarsson gæti verið með á Ólympíuleikunum. Hann var meiddur í hnénu og síðan fór hann á Ólympíuleika, það var búið að vera svona vangaveltur hvort hann gæti verið með. Og það sem ég er sjúkraþjálfari Ólympíulandsliðsins þá samdi ég við lækninn og þjálfarann það að fá að kíkja aðeins á gripinn. Og við fórum í svona session þar sem ég mæli hjá rassvöðvan og það kemur í ljósa að það er einhverju hlutir sem eru kannski ekki í lagi, sem að kannski hefur áhrif á einhverja aðra þætti. Og það er þetta samhengi sem ég ætla kannski að fræða ykkur í dag að þið kannski eru slæmi í öxlinni eða slæmi í hálsinum með höfuðverk eða eitthvað. Það er kannski ekki, höfuðverkun hánar kannski ekki upptök hérna á þetta verknum sem hér. Að hann getur átt upptök einhvers staðar annar stað, til dæmis í því að rassvöðunni sé ekki nægilega virkir, sem ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig við vinnum með þessa hluti. Nú, ef við skoðum aðeins þróunarkenninguna, þá eru 3 hluti sem aðskilja okkur frá öpum. Og fyrsti hluturinn er að við erum með þróaða rassvöðva sem apannir eru ekki með. Þannig að þegar að apannir eru í frumskógin, og við vorum í frumskógin fyrir einhverjum 1000 ára síðan eða hvað það var, að þá skildu leiðir. Og leiðirna skildu að því að við gátum eitthvað sem þeir gátu ekki. Þannig að þegar apinn er í þessari stöðu hérna, þá nær hann aldrei að rétta úr sér, að það sem að réttir úr mér hérna, að það eru rassvöðvarnir. Þannig að þegar þið eru orðin hokin í baki alveg að drepast, þá er ekkert að ykkur í bakinu, heldur vantar rassvöðvarna til að rétta úr ykkur, þannig að þið geti verið upprétt. Þá kemur til mín slæmur í bakinu, þannig að slæmur í bakinu, kemur hérna alveg að drepast hérna, og svo sest það niður hérna, já, hvað er þér að geta að drepast í bakinu, skiljið? Þá er hluti af orsakasamhenginu að það er einhverju vöðvar sem eiga að halda þér uppréttum, sem er ekki að gera það, og þú fyrir að nota bakvöðvarna mikið meira heldur þú ættir að gera. Og þá fær maður kannski í bakið. Þannig að apannir voru þarna og við vorum þarna og svo allt í einu fáum við þessa rassvöðva þróun þá með okkur hvað gerist. Við fyrir að rétta úr okkur, þá fyrir við ekki að gengja á milli staða, við fyrir ekki að hlaupið og gert einhverja hluti sem þeir gátu ekki. Þannig nú eru þeir ennþá í skóginum að klifra hann í trjánum einhvers staðar í Suður-Afríku eða einhvers staðar, skiljiði, en við erum búin að hlaupa hennum alla trustin norður og suður og austur og vestur, skiljiði, af því að við höfum þróað með okkur þessa hluti. Annað sem við höfum þróað sem apannir hafa ekki gert er að við getum framkvæmt snúningshreyfingar. Og hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að þegar ég var í frumskógin fyrir milljónum ára, þá gat ég kasta spjóti á meðan apinn gat ekki kasta spjóti því hann getur ekki snúið upp á líkamann. Ég gat verið með boga og ör en þeir ekki, þannig að við höfum komist aðeins lengra í hernaðinum heldur en apannir, skiljiði. Þeir hlaupa hann hratt og þeir klifraði trjánum allt þetta, en þeir geta ekki kasta steinum. Þannig að næst þið farið í dýragarð og skoðið þetta, þá getið þið séð að apinn er hérna með stórt dekk, þetta lyfti alveg bara 200 kíló, sko, en svo að hann fara að snúa sér, þá kemur hann hérna, skiljiði, og svo setur hann niður aftur hérna og svona. Þannig að svipað eins og lyftingamennum, þú veist, þeir koma hérna, 200 kíló á bakinu hérna, þú veist, og svo bara eða svona hérna alveg bara svaka sterkir, sko. Þannig að þannig þróa margir með sér
svona simpansarhreyfingar af því að þeir þjálfa svo einhæfan hátt að þeir enda eins og einhverju apar og geta ekki snúið upp á sig. Og það er það sem takmarkar hreyfingar hjá mörgum íþróttamönnum. Þeir eru svo stirðir og stífir, þeir geta ekki kastað bolta á markið, þeir geta ekki slegið golfkúlu, að þeir eru svo stirðir út af því bæði hvernig þeir sitja og hvernig þeir hreyfa sig og að þjálfa sig, að þjálfunin gerir það verkum að þeir verða bara ennþá stirðari. Nú síðan er þriðji hluturinn sem við höfum umfram apan er að við getum sett framkvæmt ákveðnar hreyfingar í tímaröð. Þannig að við getum stýrt og stjórna, nú er hérna stóll og ég kem hérna, svo sest ég hérna niður og ég get stjórna þessu ferli. Á meðan apina, hann myndi bara koma hérna og svo kemur hann hérna og svo bara hlammar hann sér í stólinn, skiljið, þú veist. Og svona eru margir, sérstaklega þegar fólk verður eldra, að þá byrjar að hreyfa sig svona, skiljið. Í þess að koma hérna á stólnum hérna og svo sest ég niður hérna og nota þessa vöðva, þá fyrir fólk að hlamma sér í stólinn, þekki það ekki? Og það er það sem að einkennir fólk eftir því sem árin líða og nú á tíðum miklu yngra fólk er að fólk er ekkert að nota skrokkin, það bara hlamma sér í stólinn og situr svo þar eins og klessa allan daginn, skiljið. Svo þegar það stendur á fætur, þá þarf að nota hendurna til þess að, skiljið. Þannig að tímaröðin og allt sem við gerum, það tapast út af kyrrsett og hreyfingarleysi. Þannig að við endum eins og apanir að við getum ekkert tímasett okkur, við getum ekki snúið okkur og við missum rassvöðvann. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við ætlum að nota, þú veist, tíman í dag til að læra hvað við getum gert til þess að breyta kannski þessari þróun. Nú ef við skoðum að hvað eru þessi rassvöðvar? Rassvöðvarnir hérna, þetta eru svona tveir líkil rassvöðvarnir. Það er stóri vöðvinn hérna sem heitir gluteus maximus og hann er hérna, ef við setjum nú hendunar undir raskinan á okkur, hérna, að þá finnið hann er kúla, sko, og nú vilja þið spennið rassvöðvarna saman, þú veist. Nú klemmið þið bara rassin hérna, sko, og svo slaka, og svo spennið þið aftur, þannig er þið að geta nota þessa rassvöðva, og svo slakið þið, og nú viljið þið spennið hægri rassvöðvan. Þannig nú að spenna hægri rassvöðvan, og svo þið megið gera sitjandi líka, það er betra að gera sitjandi, sko. Það er miklu betra, sko. Af því að, sko, málið er það, ef ég sit, þá er ég með hnén boginn, ef ég stend, þá er ég með fætur beina, og þá fer það að svindla. Þannig þá fer að nota lærvöðvan í staðinn fyrir rassvöðvan, það er betra að sitja. Þannig að þegar þið spennið hérna, nú spennið ég hægri rassvöðvan og svo ég að spenna vinstri rassvöðvan. Og ef þið getið ekki spennt vinstri rassvöðvan og spenna hægri rassvöðvan, að þá er eitthvað aðskipt. Þannig nú er þið að geta spennt báða rassvöðvana, þið að geta nota vinstri og hægri, allt eftir því sem þið stjórnið sjálf. Þannig að þegar ég er að ganga, þá núna nota ég vinstri rassvöðvan til að spyrna mér áfram, hægri rassvöðvan og vinstri rassvöðvan. En ef ég nota ekkert rassvöðvana, þá bara er ég fara að ganga svona, þú veist. Þannig að ég þarf að vera uppréttur, ég nota rassvöðvana til að drífa mig áfram. Þannig að þetta er þessi stóri rassvöðin sem að skiptir öllu máli í að halda mér uppréttur. Nú síðan þessi hérna mediusvöðvi, það er hann sem að gerir það verkum að ég get staðið á öðrum fæti. Ég get haldið hérna jafnvæginu, ég get farið yfir fótinn hérna og skipt fót hérna. Það er hann sem að virka þegar ég ætla að stökkva upp í loft og kasta á marki eða þegar ég gera plati ef einhver í handbolta, þegar ég er í golfi og ætla að gera eitthvað, sko, þá er þetta rassvöðin sem ég ætla að nota. Ef að þeir eru lélegir, þá fyrir ég að ganga svona eins og, þú veist, fegurðardrottningarnar, skiljið. Með rassin hérna út í lofti hérna, ógeðslega flott, skiljið, þá er ég ekki að nota þessa vöðva. Það sem gerist í hverju skrefi, þá beyglast bakið hérna. Svo fyrir ég hitt skrefi, þá beyglast það hérna og svo áfram og ekki það heldur líka, ég beygla líka höfuðið, skiljið. Svo beygla ég höfuðið í hinn áttina, skiljið. Þannig að þegar ég er að gera göngugreiningar og hlaupagreiningar, þá horfi ég á þessa þætti. Þannig að einhver sem er með höfuðverk, hann er ekki með höfuðverk af því að eitthvað á höfðinu, það er af því að hann er bara að hreyfa, nú ég íki þetta aðeins, skiljið, hann er bara að hreyfir undirlagið svo mikið, það hefur áhrif á bakið og upp í höfuð og hálsinn. Þannig að það er fullt af fólki sem er slæmt í hægri öxlinni, af hverju, af því þegar það lyftir í hægri öxlinni upp, þá vantar bæði þennan vöðva og kviðvöðvana til þess að hjálpa mér að kasta hérna upp hendinni. Þannig að þegar Alexander Pettersson kastar að marki í handbolta, ef hann notar ekki bolvöðvana þessi hérna, þá kastar hann af sér handlegginn, skiljið, og svo þarf að fara að laga honum öxlinni, í staðis að það er kannski ekki það sem er að, heldur eru það hérna þessir vöðvar sem eiga að framkvæma kraftin. Erum við með? Þannig að það eru einhverju vöðvar annars stað sem eru drifkraftin í því sem við gerum, ekki kannski það sem er augljóst að kasta hérna. Þannig að þegar apinn ætlar að gera eitthvað, þá kann hann þetta ekkert og þannig verða með okkur líka.
að við töpum ákveðnum hæfileikum í því að geta notað skrokkinn á réttan hátt. Nú ef við skoðum síðan þetta er mæling sem ég tók á strák sem kom til mín sem hafði lent í því að fótbrotna, hann braut á sér ökklan, ristina og síðan mæli hann viku seinna. Og ég ger þetta með fullt af fólki, ég set mæli íþróttafólki eða það sem koma til mín, sé hvað rassvöðvarnir eru sterkir, og þá kemur í ljós að það þarf ekki nema viku til þess að hérna er brotið, þetta er fóturinn sem er brotið. Skiljið, hérna er spennan í rassvöðvarnum vinstra megin, hérna er brotni fóturinn, svo spennir hann aftur og þá sjáum það er himinn og haf á sambandinu við rassvöðvana á einni viku. Ef við gefum okkur þá forsendu að fyrir viku síðan þegar ára meiri sig, að þá er það jafn sterkur beggja vegna. Og ég hef búin að mæla hann, þannig ég veit alveg hvernig staðan frá honum. Þannig hérna er mælikvarðið 30-40, hérna er mælikvarðið 200-250. Það er hlutfallið er 1:10. Þetta gerist þegar ég detta á öxlina, brotna hérna og meiði mig, þá sjálfkrafa, þá dettur kannski út ekki bara allt hérna, heldur líka öll hliðina, því heilin er þannig, hann sendir skilaboðin út á alla hliðina. Og hlífir þessu broti, passar að stíga ekki fótinn, ekki gera þetta og ekki gera hitt. Það sem gerist er að það fer bara allt úr sambandi. Og þetta gerist bara svona. Svo eftir 6 vikur, búin að vera í gifsi í 6 vikur, þá ætlum þið að fara í þjálfun og fara að gera eitthvað, ekki að gangi hérna bara upp í öskuli og svona, og er svo að drepast á eftir að þið er ekki búin að þjálfa upp þessa vöðva aftur. Þeir eru dottnir út. Sama gerist þegar fyrir aðgerð á öxlinni, fyrir krabbameinsaðgerð, tekið með brjóstið eða hvað sem er. Það gerist nákvæmlega sama. Þess vegna þurfum að passa upp á að þegar eitthvað gerist hérna eða gerist hérna, þá þarf að horfa í heildarmyndina. Og það skiptir svaka miklu máli að þegar maður er búin að lenda í mjaðmaðgerð en hnéaðgerð, þá þarf að styrkja allan pakkan. Þetta er það sem svakalega margir gleyma og átta sig ekki á hvað það gerist svakalega rætt. Það er bara því að heilinn, hann stjórnar ferðinu og hann segir ekki gera neitt með þessari hlið. Nú hérna sjáum við svo mælingun á Aroni Pálma og þá sjáum við hérna, hann var meiddur í öðrum fætinum svo spennir hérna báðarassvöðana og svo báðarassvöðana, það bara kemur vel út, en svo á hann að fara að spenna annar rassvöðan og hinn vöðvan og þetta er eftir að við vorum búin að þjálfa hann, þegar áður en við mældum hann, að þá var annar rassvöðin, hann gat aldrei unni sjálfstæður. Það var flottur að spenna báðarassvöðana, en þegar hann þá eins og stíði á hann að spenna annan í einu, þá var það bara dottið út. Þegar ég kenndi honum með þessa, tók 2-3 daga að kenna honum þessa aðferð og hvernig hann gerði þetta og hann náði og við það lagaðist hnéð, skiljið, það var búið að vera að vinna í því langa tíma og við það fekk hann mikið meiri kraft í fæturna, stökk hærra, skaut fastar vegna þess að þetta eru lykilvöðvar í íþróttum. Ef þú ert ekki með hennar rassvöðva góða til að stekka upp hérna, þá stekk ég aldrei eins hátt upp. Og þegar ég sé að kasta markið, þá fyrir þessi fótun niður, þannig að ég nota hann til að fá kraftin í að skjóta áfram. En ef þessi vöðvar ekki með, þá skýt ég bara laflaust á markið, skýt framhjá eða eitthvað svoleiðis. Það þarf ekki nema einhver pinkupóns hjá velþjálfuðu íþróttafólki til að fatta þetta. Og sama gerist hjá ykkur á sama hátt að þið notið það, því við erum að tala um golf áðan, ég nota hægri rassvöðvan hérna til að slá í kúluna. Flestir íslenskir golfar halda sér bara að slá með höndunum, svona, þú veist, það er bara ekki það. Kraftunni kemur úr hægri raskininni, svo stoppaði mig hérna af með vinstri raskininni. En ef ég veit ekki hvað raskinan eru, þá er ekki skrítið að boltinn fari bara út og suður. Þannig að þess vegna skiptir svo miklu máli að við vitum hvaðan kraftarnir koma. Nú, hérna er ein æfing sem er dálítið góð til að þjálfa rassvöðvan. Þá stend ég bara hérna á öðrum fætinum og lyfti upp hérna og svo spenni ég bara rassvöðvan. Þetta er ein æfing sem er mjög góð til að þjálfa þetta. Svo kem ég hérna niður og svona og þá segir einhver, ég get ekki staðið á öðrum fæti. Nei, það er akkurat það sem er. Þá þarf þetta að þjálfa aðra æfingu. Besta æfing til að þjálfa þennan jafnvægið og samhæfinguna, það er til dæmis að standa bara annars slagið á öðrum fæti. Byrja bara á því, standa hérna, halda stöðunni, svo að sveifla hann fram hérna og aftur. Það er að byrja að busta tennur á öðrum fæti, þú veist. Byrja bara á morgnana, kvöldi hérna, aðeins að fara að busta tennur með vinstri hendi líka, það er ógeðslega sniðugt sko. Svo getur staðið hérna, besta rassvöðin fyrir þessar hlíðarvöðva. Það er bara að standa hérna, tala í símann, halló, góðan daginn, allt í fína, já. Svo fer ég yfir, nú er ég að þjálfa hjá mér ytri rassvöðva. Það er að bæta jafnvægi, þannig að þið þurfi ekki, það er líkamsrætt að þjálfa, þið bara gerir þetta í símannu, skiljið. Þannig að þetta er svakalega auðvelt, nú bara stendi hérna, nú er ég að þjálfa þetta hérna. Þannig að núna þjálfa ég mig og svo er miklu auðveldar að ganga á eftir.
þegar ég stend á hægri fætinum, þá ég að þjálfa hægri rassvöðvan. Og ekki bara rassvöðvan stóra, heldur líka hliðarrassvöðvan, af því hann að halda jafnvæginu. Og svo held ég kannski þessari stöðu í 5 sekúndur, og svo fer ég niður, og svo held ég hérna í 5 sekúndur, kannski endurteka 3 sinnum, en fyrst hef ég getað staðið á öðrum fæti. Þess vegna eru þið í leikunni hinum megin til að læra það að standa á öðrum fæti og læra að gera fullt af hlutum til þess að þið geti síðan farið í framhaldsnámskeið. Ein góð æfing líka sem svakalega góð fyrir rassvöðvana, sem bara þið komið sér hjá því að gera, bæði kvölds og morgna, þá ligg ég bara upp í rúmi hérna með hnén bogin, hérna, og svo lyfti ég upp rassinum. Þessa kunnið öll sko, hérna, upp, held í 5 sekúndur og svo niður. Og svo lyfti ég upp hérna og held í smá tíma. Svo ég honum góður í þessu, þá fyrir að lyfta upp á öðrum fætinum. Þá ég að nota annar rassvöðvan, læra það að nota annar rassvöðvan, og þá fá svakalega margir sko smá krampa aftan í lærið. Og ástæðan fyrir því að þá byrja ég að svindla sko. Þá að nota þessa vöðva af því að rassvöðvinn ekki nógu sterkur eða ég að styrður í mjöðmónum. Þess vegna getum við alltaf þjálfað okkur og alltaf reynda að bæta þessa stöðu þannig að rassvöðvinn komi sterkir inn. Nú ef við skoðum aðeins þessa þjálfun, af því nú þið að koma ykkur í form, búin að ákveða það að fara í eitthvað átak eitthvað svo leiðis. Átaksþjálfun dæmd til að mistakast. Leið og fólk fyrir átak að þá það eitthvað sem þið gerið í stuttan tíma. Átak ekki, nú ætla ég að fara í átak, 12 ára gamall og ætla að æfa alla ævina, það bara, það segir það enginn. Það eitthvað sem ég ætla að gera í viku eða 10 daga. Þú ætla að drekka kaffi, hvað lengi, 3 vikur. Þannig að ef þið fara í átak þá eitthvað sem með svona tímamörkum, það eitthvað í stuttan tíma. Við eigum ekkert fyrir átak. Þjálfun aðlögun að álagi. Ég byrja ekkert á því að ganga inn í ösklinni 2 klukkutíma skilji, ég byrja kannski að fara í göngu fyrir 10 mínútur. Af því ef ég gerum mikið, þá ég að skemma fyrir mig. Þannig að átök aldrei góð. Þannig að fara í einhver djöflagang, það ekki hollt. Þannig að þjálfun skiptist í 3. Það fyrirbyggjandi þjálfun, það komið veg fyrir hrörnun, komið veg fyrir sjúkdóma, meiðsli, það viðhalda á líkamsfræðslu, við hafa stjórn á þyngdinni, til þess að bæta kannski vöðvahlutverk. Það svona til að fyrirbyggja. Síðan maður búin að lenda í einhverju, búin að fá einhver sjúkdóm eða kvill eða eitthvað, og þá fer maður að þjálfa sig eftir það álagi og áverkana, eða það maður þyngst eitthvað eða hvað það og þá skiptir máli á hverju á ég að byrja. Þá byrjaði ég það sem ég staddi, ég má ekki byrja bara eins og einhver afreksmaður í íþróttum eða nonni sem vinur minn skilur. Annað gerist líka þegar fólk hættir að vinna, þá allt í einu ég búin að sitja rassinum 8 tíma á dag, alveg 220 dag á ári. Nú ég bara á ellilífeyrisstigi og hvað gerist það? Ég fara að labba 8 tíma á dag. Þú veist, maður þarf að aðlaga sig að því að verða ellilífeyrisstigi. Þú veist, maður byrja bara í róligheitum, fer í göngutúr einhvern dag, byrja á korteri, svo í 20 mínútur, en ekki það sem margir gera, bara ganga sig bara í hel. Þannig að við fáum fólki hérna að drepast í hnjánum og mjöðmunum þegar fólki búið að ganga sig upp á hnjám. Þannig að þess vegna skiptir miklu máli að við skoðum þetta allt í samhengi að þjálfun aðlögun. Næsta sem skiptir máli að það þá að maður getur þjálfað sér til að auka afreksgetu. Og ef við skoðum þá ykkar afreksgetu, og ekki mín afreksgetu þannig að ég get farið í göngur í 10 mínútur, þá ég afreksgetuna með því að farið 20 mínútur 100%. Þegar ég tala við fólk og segja að þú þurfum að hreyfa, já, nei, ekkert vola, og hvað syndur mikið þegar maður spyrir því? Ég syndi 500 metra, 500 metra bara svakalega mikið, af hverju þarf maður að gera lítið úr því? Ég syndi 300, ef ég þá algjör auðlega hvað, skiljið, þannig að það ekkert í lagi í dag, nema maður bara fara upp á Hvannadagshnjúkinn, fara upp á Esjuna, skiljið, syndi 1000 metra, gangi í 5 tíma, sé golfi allan daginn, skiljið, og hverju skilar þetta? Engur. Það var klára núna rannsókn sem var að gera golfurum. Það var að gera rannsókn á golfurum, sendt bréf til 400 golfara, skilaði sér einhver hluta af þeim í skoðun og mat og svona. Erlendis 15% af kylfingum meiddist. 15%, það gerir á Íslandi, 3000 kylfingar með meiðsli á öxlinni að hnénu. Hvað þeir meiddir? Skiljið, það 3000 íslenski kylfingar sem meiddir. Síðan fer hann nonni hérna, eða Stína, hún fer til læknis og það slæmi í öxlinni. Það enginn sem segir, heyrðu, þetta golfmeiðsli. Þannig að hún sendir rannsókn á þessu og hinn og þessu, í stað að senda hana bara beint til golfkennara. Kennin að slá, í stað að hún sé alltaf að slá í jörðina, skiljið hérna, slá í jörðina alveg bara aftur og bak og hérna, og þú veist,
og svo skilur ekki þessu slæmi í öxlinni, já það var að rannsaka þetta, alveg bara svaka, 300 skall að rannsaka skilur í þess að senda bara í golfkennara og heyrðu þú bara sveiflar ekki nógu vel, sko, þú ert allt á styrðið eða skilur þetta gerir það betur, sko. Þessi rannsókn sýndi það að þessum íslensku kylfingum þá eru 50% með meiðsli. 50% á meðan að erlendis eru að 15%. Af hverju? Jú, að við spilum golf í 3 mánuði, skiljiði, en hinn á heilu ári og við spilum heilsársgolf í 3 mánuði. Og svo bara fyllast alla stofnanir í september, skiljiði, þá er bara brjála að gera. Ég get ekki spila í meistaramóti, að það er allir meiddir viku fyrir meistaramóti og ég ætla að spila líka í meistaramótinu, skiljiði. Nei, þá eru allir meiddir og svo fara allir í rannsóknir alveg heilbrigðiskerfið upp fyrir haus að athuga hvað er að þér í öxlinu og hérna þú hlýtur að hafa bara alvarlega, þú veist, raskanir, skiljiði. Nei, það er golfið, það er það sem er að eyðileggja þig, að þú er búin að slá 50 sinni í jörðina á viku, skiljiði. Þú veist, það setja það í samhengi, skiljiði. Þannig að þess vegna ætlum við að auka afreksgetuna með því að stunda fjölbreytta þjálfun og ekki bara taka einn þátt, ekki bara hjarta og blóðrás, heldur líka smá mýkt og jafnvægi og samhæfingu, skiljiði. Og ekki gleyma kraftinum, hann kemur héðan, ekki bara úr höndunum, skiljiði. Þannig að þess vegna skiptir miklu máli að maður setja þessa hluti aðeins í samhengi. Nú ef við skoðum aðeins hvað er markmiðið með þjálfun. Markmiðið með þjálfun nummer 1, 2 og 3 hlýtur að vera það að bæta heilsuna. Er þið ekki sammála því? Ok, það er að minnka streitu, það er að ná einhverjum íþróttalegum árangri eða bæta holdafar og útlit. Út af hvað gengur líkamsrækt á Íslandi í dag? Þá er búið að snúa sig upp á haus, þá er þetta hérna komið efst og allir eru að eyðileggja heilsuna. Af því þeir gera allt og mikið. Ef þið fara á Google og setji inn orðið heilsa á Google, vitið hvað þið fáið? Þá fáið þið lyf og heilsa, þið fáið þessi lyf við þessu, þessi lyf við þessu, það eru ljósabekkirnir, skiljiði, þú veist, það hefur ekki með heilsu að gera. Það er að selja þessi lyf og þessa við þessum kvilla, þannig það er ekki að tala um eitt en eitt sem kemur að heilsu. Ég held að 10. orðið í leitar hérna röðinni sé hvernig skrifar þau heilsu, þú veist, er það með uppsilon einföldu, skiljiði. Veitu, hvað er það með heilsu að gera, skiljiði? Þú veist, auðvitað það er það ofalí, þú veist, þá ekki að vera bara, þetta er nafnorð, skilurðu, þú veist, þetta, og svo er að heilsast, það líka, ég held að þið nummer 11, sko, þú veist, sem segir nefnilega hvað þetta er fárátt, ef að heilsan er svo lítið, að það er merkilegra að heilsast, eða á nafnorði heilsa, heldur það hvort það sé góð heilsa eða slæm heilsa. Það fara 300 og eitthvað milljarðar í heilbrigðismál á Íslandi. Og þetta finnið á Google, hvort að hérna heilsa sem er einföldu eða tvöföldu. Þú veist, skrítið að fólk veit ekkert um þetta. Þannig að þetta skiptir öllu máli að við ætlum að bæta heilsuna, minnka streituna og svo að ná að bæta okkur frá degi til dags og það gerum við með aldrei svona skynsamlegum hætti, við gerum það ekki með einhverjum látum. Þegar við séum að skilgreinum hvað er góð heilsa? Góð heilsa, að, þú veist, já það er að líða vel líkamlega. Það er að líða vel andlega, það er að geta framkvæmt hluti sem að langa til að gera og sem að dreymir um að gera. Og svo að lifa í sátt við sjálfan svo aðra. Þetta er að hafa góða heilsu. Af því maður getur verið að drepast í hnénu, skilur, og ekki gert þetta og hitt, en samt er maður í svaka fínu skapi hérna og ég get gert allt sem ég langar til að gera. Ég meina, ég bara sitt í mínu stól og gerir þetta og hitt, en það er ekkert að mér þannig, ég finnir aðeins svona í hnénu, skiljið. Ef maður gerir svona svaka mikið úr þessu litla þætti, þá er maður alltaf í fílu og alltaf að takmarka það sem maður gerir, skiljið. Vitið hvað eru margir 70 ára og eldri sem ferðast hlutfallslega í heiminum? Það er innan við 10%. Þið haldið þið farið á eitthvað útland og sjá bara gamalt fólk út maður. Nei, það er að þessu margi sem eru yfir 70 ára. En þegar kemur að því að skoða nákvæmlega hvað eru margir sem að geta ferðast, þá er það þannig að ég ferðast ekki af því að makinni falli frá eða ég er slæmur í hnén eða ég bara nenni ekki til útlandi eða þetta eða hinskilji, að það er ekki svo margir sem eru kannski að hreyfa sig eða fara milli landa því að þetta er heilmikið flókið. Það er að fara með töskurnar í flugvélina, ná yfir á bandið og ég bara nenni þess ekkert sko. Maður þarf að undirbúa sig fyrir utanlandsferðina. Sumir bara fara til útlanda og svo koma til mín að drepa ekki bakinu, 5 daga ferðmaður og bara alveg ónýtu skiljiði. Veitu hvað gerður í ferðinni sem varst ekki að gera vikuna þar á undan? Ég var í borgarferð í Prama og við gengum alveg upp að Njám, þú veist, alla dagana maður og svo satt maður öll kvöldin maður, drakk bjór og svona, þú veist. Veitu, þetta er ekkert heilsusamlegt.
Þú veist, þannig að maður þarf að undirbúa, ef ég ætla að fara í svona keppnisferð að vera fullur í viku, skilji, eins og margir gera, skilji, þá þarf ég að æfa það. Þú veist, það þykir bara að gera það einu svona ári í einhverju borgarferð og svo bara er ég ekkert klár í slaginn, sko. Þannig að maður þarf að vera undirbúin fyrir það sem maður ætlast til að gera. Þannig að ef ég vil fara í borgarferð til Prag og ganga upp og niður og sjá allt sem ég vil og hérna drekka alla bjórtegundina, þá þarf ég að æfa mig í þessu. Þannig að þess vegna skiptir miklu máli að við áttum okkur á því hvað er góð heilsa. Og vandinn er sá að besta þjálfunin sem þið fáið, það er bara að hlæja til þess. Vegna þess að þegar ég set nema og skoða kviðvöðuna, besta þjálfunin fyrir kviðvöðuna, það er að hlæja. Þú veist, við erum með svona sónar þar sem svona skoðar hvort að svona djúpir kviðvöður sér virkir. Besta ráðið, nú hlægir, bara hlæja, og hvað gerist? Það þjálfast þessi vöðvar. Ef þið eru í fílu heilu og hálfu dagana, þá eru þið ekkert að þjálfa ykkur. Þannig að maður þarf aðeins að setja þessa hluti í samhengi. Þannig að nú er ég bara hjá mér, ég er hættur að þjálfa fólk, ég er bara að reyna að segja brandara því það virkar miklu betur, líður miklu betur og sátt við sjálfa sig. Helvítir að Gauti góði sjúkrahús, ég kem bara hlæjandi frá honum alla daga, skiljið. Þannig að þú veist, þetta er það sem þetta er mín þjálfun, sko. Þannig að ef þið haldið þið sé á hlaupabretti eða hjóla, þá er það algjör misskilningur. Við erum bara, þú veist, í svona smá að segja brandara. Þannig að þetta skiptir alveg miklu máli að maður skoði aðeins þessa hluti. Nú erum við hérna einhver okkar svona í efri kantunum, aðeins komin yfir 50 og svona, og þá sjáum við sko hérna að þið eru búin að borga í lífeyrissjóð alla ævina, alveg 10% hérna og þetta er búin fyrir hérna hrunið og allt þetta sko. Þú veist, þannig að þú veist, góð heilsu og gott líkamlegt ástand, það er náttúrulega fjárfesting. Þannig að þótt þið séu orðin 55 ára, þá getið þið ennþá fjárfest í þessu. Þótt þið séu orðin 75 ára, þá getið þið ennþá haldið áfram. Ég er með elsta hjá mér, hann er 92 ára, skiljið. Og við erum í golfþjálfun, við erum að æfa golfsveifluna, skiljið. Veitu af hverju að þegar þetta standa sér í golfinu í sumar, skiljið. Þú veist, maður þarf að hafa markmið næsta sumar og svo sumarið þar á eftir að því ef ég kom með langtíma markmið 92 ára, þá drefst ég örugglega ekki á morgun, sko. Þannig að þess vegna þurfum við að setja okkur bæði skammtíma markmið og langtíma markmið og vinna í þess að þetta er skattlaus fjárfesting. Sjáðu þið fyrir ykkur að það verður bara skattlagt, út í toppformi, borga 200 kall á ári, þú veist, vantar pening í kassan. Þannig að þú veist, að þið hafið þetta alveg skuldlaust. Og svo gefur það fína ávöxtun og er sparnar í framtíðarútgjöldum, af því að ef þið eru í góðu standi þá notið þið miklu minna svona hjálpartæki og hjólastóla og allt þetta. Nú erum ég er búin að semja við hann sem er hérna forstöðumaður hjá Grund, hann er hjá mér í golfþjálfun. Við ætlum að fara að undirbúa svona elliheimili fyrir úlingsstráka. Sjáðu það fyrir ykkur. Strákar 15 ára sem að sitja í skólanum í 8 tíma, svo koma heim kl. 3, svo sitja þeir á tölvunni frá 3 til 6, svo fara á fótboltaæfingu, koma heim kl. 8, sitja. Vitið þið hvernig þið fara á fótboltaæfingu? Mamma keyrir þá í bílnum, hérna hjólastólum hérna, og svo koma þeir á æfinguna, hérna styrtað úr, og svo kemur mamman aftur hérna, já nonni minn sestu hérna, og svo komum við aftur heim hérna, og nú ætla ég að mata þig hérna, og þú átt að borða hérna, skiljið. Þú veist, svona er þetta. Svo fyrir gæinn að fótboltaæfingu, finnur svo mikið til í hnénu, og hvað gerist þá? Jú, hann hættir í fótbolta og situr 1 tími viðbót á rassinu, sko. Nú ætlum við að fara að stofna svona, þú veist, deild fyrir svona, hver er muninn á þessum 15 ára strák og konunni sem er 85 ára, kallinu sem er á elliheimilinu? Það er engin munur. Þeir lifa sama lífinu og þetta finnst ykkur allt í lagi. Og hvað eru þið að gera? Þið eru að keyra barnabörnin ykkur um allan bæ. Þið sækju í skólan og tónlistaskólan og gerir þetta. Þekkið þetta? Svona er þetta. Og hvaða gagn er í þessu? Það er ekkert gagn í þessu. Nú við skoðum aðeins hvað takmarka hérna líkamlega afkastagetu. Nú við skoðum aðeins svona það sem er með okkur flest hérna, að þá er alltaf hjart og blóðrás. Þú veist, pumpan hérna sem að dæla út. Það er svona einn þáttur. Næsta, það eru þessi vöðvar, stoðkerfi sem við erum að tala um á, rassvöðnir og lærvöðnir og allt þetta. Síðan er svona sálfræðilegi þættir. Það takmarka líka afkastagetu. Þegar því að ég segi við mig, nei, nú ætla ég bara að vera inni í dag, sko. Ég fann aðeins til í bakinu því ég vaknaði hérna og nú er þetta slæmur dagur, sko. Ég bara hæði mig kannski 1 kaffibolla hérna og svo bara sé ég til bara hádegi hvort að ég fari bara fram í eldhús, sko, þú veist.
þannig að þetta skiptir alveg miklu máli, að auðvitað finnum maður til aðeins sem að gera þá mikið í gær eða ef ég sat of lengi í gærkvöld, þá finnum maður fyrir því á morgnana. Af hverju? Af því að maður náttúrulega styður á morgnana þegar maður vaknar. Þannig að ef maður er slæmur í hnénu, þá örugglega finnum maður til. En ef við sit áfram á rassinum, þá náttúrulega verð ég áfram slæmur í næstu viku og þar næstu ekki. Þannig að maður þarf að svona aðeins að reka sig áfram. Þannig að sálfræðilegi þátturinn skiptir svaka miklu máli í því hvort að ég sé í góðu standið ekki. Því ég ákveð, ég er í toppformi, alveg bara ógeðslega góðu formi. Ef maður segir það bara við sjálfan sig, þá er maður í góðu standi. Ég er ekki nógu góður sko, ég finn aðeins til hérna aðeins aftur ef ég sko stend upp hérna úr stólnum, þá er ég helviti slæmur hérna og ég hef ekki hreyft mig lengi sko, þannig að maður þarf að svona spila aðeins með þetta skil. Nú síðan eru þessi næringafræðilegu þættir og nú eru allir í megrun, allir í aðhaldi, það er ekki, nú fær maður hérna til sín fólki hérna sem að hérna er ekki búið að borða nema eina brauðsneið og klukkan 2, kemur til mér klukkan 2 hérna og hvað er svona að borða í morgunmat? Nei, ég hef borðað svo mikið í gærkvöldi. Ég þurfti ekkert að borða morgunmat. En í kaffinu, nei veistu það fer eitthvað svona illa í magann á mig þegar ég fæ mér hérna eitthvað í kaffinu sko. En í hátíðinu, veistu það var svo mikið að gera hjá mér, ég bara hafði engan tíma. Svo kemur til mín klukkan 2 með vöðvabólgu í herðunum og á ég að nudda úr ykkur svengdina. Það bara fullt af svöngu fólki sem fær bara ekkert nógu mikla næringu. Ef við skoðum það, þú borðaði klukkan 7 í gærkvöldi, ógeðslega mikið, síðan líða 12 klukkutíma. Og það líða 12 klukkutíma á þess að þú borði neitt, á hverju nærist? Þú nærist, því haldi bara fitan bara brenni í burt, bara hlaupið hérna bara í burt. Það eru vöðvarnir sem rýrna. Það er bara misskilningur. Fitubrennslan, hún er ekkert bara því að þið ákveð, nú ætlum ég verið fitubrennslu, sita allan daginn, borða ekki neitt, fitan bara fer í burtu, skilur. Það bara er ekki svona. Það þið þurfa að borða jafnt og þétt 5 sinnum á dag og ekki kannski einhverja svona máltíð, en alltaf að fá sér morgunmat, að þegar hann sem kemur brennslun í gang, svo fáum við eitthvað 10, 11, núna alltaf því sem sofið fram að hátíð, þá byrja bara morgun á 12, skilur, það er bara svoleiðis og svo bara, fyrir þetta einhvern veginn svona hring, en ef ég slappur og lélugur, að því ég borð og lítið, að þá náttúrulega, þá er það sem er ástæðan. Þannig að maður þarf að skoða það að næringafræðilegi þættir skipta líka svaka miklu máli. Og Google er svaka fínt að fara yfir þetta og hitt á Google, en það er ekki allur sannleikur, því það er kannski bara einhver crossfit gæi sem er bara búinn að segja það, nú er crossfit fæði, það er 30, 30, 40, alveg bara svona skiljið. Það er ekki vísindabak við það er bara einhver tíska, það er að selja ykkur það, akkur er að borða það mikið prótein. Hver seldi ykkur það að borða prótein? Nýjasta prótein hérna framleiðslu aðferð, við erum að tala hrossakjöt og allt þetta kjaftaði, skilja þessi verið að blanda þessu saman og kannski ekki kjöt í umbúðunum. Nú er verið að framleiða prótein úr slori. Munið þið voruð í fiskvinnslu í gamla dag og það var skorinn á hausinn og það slorið og það fór í kassa og því var hentið eitthvað svo urðað bara. Nú er farið að vinna slorið í prótein. Svo er það selt hérna bara í einhverjum búðum, skilju, og allir bara kaupa þetta bara í svo æðislega gott maður, Hver myndi borða slorið? En þannig er þetta í dag, það er verið að nota gamla mysu, nú er þetta bara mysuprótein, eitthvað úrgangsefni úr mjólku, samlögunum. Þannig að maður þarf að passa sig á því, maður þarf ekki nema 15% prótein, ef þið borðið meira prótein, bara pissið því í burti, En þá er búið að selja fólki það að borða nógu mikið prótein, af því þá færðu svo mikla vöðva. Það er bara ekki svona. Þannig að þið þurfið að borða 30% fitu, 15% prótein og restina kolvetni. Og ef þið fáðu ekki kolvetni, þá er þið bara orkulaus og léleg. Það er verið að selja ykkur það að fara kolvetnislaust fæði, já, allt í lagi með það. Þá erum við að tala um sykur, við erum að tala um gosið og allt þetta. Þannig að maður þarf aðeins að setja þetta í samhengi. Þess vegna er svakalega erfitt að hlusta á hana áróð, því þetta er áróð sem smellur á okkur og flesti sem eru með áróð, þeir græða á því að selja ykkur próteini eða einhverja kúra. Þannig að þetta er það sem skiptir miklu máli. Nú síðan eru þessi taugalífræðilegu þættir sem stjórnast á einhverju stöðum upp í heila, þannig að maður þarf að setja þetta allir saman. Þetta er ekkert auðvelt að lifa, en besta skrifið er að gera sitt lítið af hverju og fara í göngutúr og fara í sund og heita bótt að hitta fólk og tala og skemmta og hlæja og hitt og þetta. Ef við skoðum aðeins streitu, af því nú er streitan náttúrulega hjá fólki á öllum aldri og streitan fer misjafnlega í fólk. Að ef við skoðum hvað er streita, hver er streituhegðun og hvernig hægt er að koma í veg fyrir sjúkdóma sem
tengja streitunni. Og við vitum það að það er fullt af sjúkdómum sem eru streitu tengdir, og þeir sem að fá kannski frekar í vöðvaeinkenni eða svona streitueinkenni, það er náttúrulega fólk sem er dálítið undir miklu álagi. Áður var það fólk sem var lægra sett í samfélaginu, en nú er þetta farið að snúast við. Af því að fólki sem er hærra sett að það er svo miklu áhyggjur af því að græða ekki nógu mikla peninga eða eitthvað skiljið. Þannig að það er heilbrigðisstarfsfólki sem er alltaf orðið miklu kjörin skiljið, það eru félagsfræðingar sem yfirmenn, flugumferðarstjórar, bara hinn og þessi sem að fá svona skiljið svona streitu einkenni. Og þeir sem að stjórna ekki álaginu, þú veist, hugsið ykkur stelpuna sem er í 10, 11 eða hagkaup á föstudagi, gerir hagkaup á föstudagi að vinna þar alltaf þessi vinnu, og svo bara bara, þú veist, í gegn, og ég bara sé bara heilt hópur af fólki, alveg bara Vitið hvað þau setja mörg kíló í gegnum hægri hendina á sér á einu dagi? 17 tonn. Ég reiknið út, þið sjáuð, það koma flutningabílar á hverju morgni í hagkaup og bónus alla staðina, skilu, og það eru 170 tonn sem koma inn í búðina, skilu. Svo eru 10 krakkar að fara í gegn, sko, og þau bara með 17 tonn, það er 1 kíló af mjólk, 5 kíló af kartöflum, og þau safnast að, þegar þú ert búin að taka annan daginn, þá ertu 17 tonn. Þú skilur ekkert yfir sér slæm í hendinni. Þannig að maður þarf að setja þetta allt í samhengi. Þetta er streitu og álag á þennan líkamshluta. Þess vegna skiptir svo miklu máli þegar þau eru að gera þetta, þau lyfti ekki vörin í gegn, þau svona, þú veist, renni í gegn, þannig að þau noti rúlluna. Pælið þessu næst þegar þið farið að vestluna. Sjáu þið fyrir ykkur hvernig þau gera þetta, af hverju að þau eru alltaf á sömu hliðina. Svo þurfa þau að segja góðan daginn, velkomin í búðina, skiljið, alltaf verið í góðu skapi, sko. Því að bara ágríslega búin að bíða inn í korter eftir því að þú bara séð þennan, þú veist, skiljiði. Þannig að það skiptir svo miklu máli að þú veist, við þurfum að vera dálítið kumpmálið við þessa krakka, sko. Nú, álag getur verið líkamlegt og það getur verið andlegt, og það er eitthvað sem við upplifum þá sem verkið á óþæginda, af því að það er eitthvað áreiti sem dynur á okkur, skilu, á hendinni eða hnéð eða einhver staðar, og við það verða ákveðin streitu viðbrögð. Þannig að það er svona ákveðið efni sem að myndast í líkamanum í streitu sem heitir kortisol, og það hækkar síðan upp. Þannig að þetta eru raunverulega breytingar sem gerast. Það sem skiptir svo miklu máli er að verða einhver breyting hjá ykkur, að maður sé duglegur að þjálfa sig og fara í göngutúra, því að þjálfunin, hún lækkar síðan þetta streituhormón. Þannig að við það að vera í standi og hreyfa svo allt þetta, þá hefur það áhrif á kortisólið sem gerur það verkum að mér líður betur og ég er að framleiða efni sem að minnka streitu. Þess vegna þarf maður að hreyfa, það er ekki það að ég sé eitthvað vondur við eitthvað, ég lem ykkur áfram í hreyfingu, skilji, þar því ég hefði bara gott af því. Og svo er ákveðin streituhegðun og svo verða við að lokum ákveðin streitutengdir sjúkdómar. Ef við skoðum hvað er streituhegðun, hver margar ekki að borða súkkulaði stelpur hérna? Af hverju borðið þið súkkulaði? Er það hollt? Hver seldi ykkur það? Gott fyrir sálina, það er svo gott, eða ekki? Ok, númer 1 sem er í súkkulaði, það er sykur. Og svo sér maður fólk sem borðar ekki neitt, það er svo gott að fá sér súkkulaði. Og auðvitað er það gott að fá sér súkkulaði því ég ekki borða neitt þann daginn, þú veist, þó þannig væri. En af hverju þarf að vera súkkulaði? Af hverju getur bara ekki verið matur? Maður á að fá sér súkkulaði þegar maður er búinn að borða, þú veist, þá er það ekki eins ógeðslega gott, Þannig að, þú veist, það er ákveðin ásókn í sykur, blóðsykur ójafnvægi, af því að maður hefur ekki borðað nógu mikið af mat allan daginn. Þá er svo gott að bara fara í súkkulaði og redda sér. Unglingsstrákarnir, þeir fara í keksið, koma heim, engin mamma til þess að setja stingu ofan í það og elda ofan í það, þeir bara fara í keksskúfuna og bara háma í sig heilu kekspakkana. Nú það er koffínið sem er svona hlutfæð, þannig að ef maður borðar mikið súkkulaði, það er alltaf að fá sér 1-2 bita, skilji, en sumir bara borða bara út í eitt af því að það er svo hollt, skilji. Þannig að og koffín, alltaf 1-2 bollar, en að drekka kaffi allan daginn, það er ekkert hollt, skilji. Sama fælni, þú veist, áhyggjur, fullkomnunar árátta, skilji, frestunar árátta, þetta er allt streitueinkenni. Ég lendi því daginn að kona, ég ætlaði að sofa þessu út maður og svo bara opnaði augun, þá bara kona búin að búa rúmið, skilju, og ég í rúmið neðan, skilju, þú veist, hún bara fer á fætur, bara búin að gera allt maður og ég bara pakkaði inn maður að því að hún var, þú veist, hún er svona dálítið, þú veist, já, hún er ekki með frestunaráttur, alveg örugglega, skilju, þannig að, þú veist,
maður þarf aðeins að, þú veist, að anda þegar maður fyrir að fætur, ekki byrja því bara að setja kallin í umbúðið maður. Og þetta er eini dagur í síðan svaf út. Sumir þurfa alltaf að hafa nóg fyrir stafni. Það er bara þú úr þessu verkefni, annað er búin að klára þetta, takkir í þessu herbyggi, þú veist. Nú er að koma vorverkin, þú veist. Hérna, beint út í garð maður, þú veist, að fara, þú veist, gera þetta og gera klipp, allan garðið helst á 2 dögum, skiljið, eða þú veist, að taka alla skápana, vorhreingerning, hérna í gamla dag, munið þið. Svo er það hausthreingerningi og svo jólarhreingjerningin, svo febrúarhreingjerningin, þú veist, endalaust, skilju. Þetta er ákveðið fullkomnur ár. Hver heldur að fari bak í stól og athuga hvort það sé smá? Það er bara engin nema einhver annar sem er með fullkomnur ár. Þannig að maður þarf aðeins að setja þetta í samhengi. Erfitt með að slaka á, svefntruflanir, sumir borða svakalega hratt eða borða lítið eða borða mikið. Þetta er allt, ég bara er ekki svangur. Þó þannig væri einhver sem er svona stressaður, hann næri ekki að slaka á og hafi ekkert löngu til að borða. Það er aldrei að segja að maður er ekki að borða neitt, þá er maður grannur, skilur. Þannig að það er svakalega mikið áreiti, streita og álag sem kemur á okkur, dynur á okkur allan daginn. Það er þess vegna þurfum við að sjá þetta svona kannski í samhengi og aðeins að skoða þetta með þeim augum. Nú vitum við hvað streita er. Ég heldur kannski streita er bara eitthvað sem er alveg svona bara svaka pennskilur. Það er líka streita. Það er líka fullt af öðrum svona hegðunar einkennum. Og nú vitið þið það, og nú ættu þið að fara að vinna í þessu og minnka streituna með því að læra að slaka á og anda djúpt í kviðinn og fara í göngutúr og vera svona áhyggjulaus, af því að þannig á það að vera. Þannig að þjálfunin, hún minnkar því sem ég sagði áðan og því betur sem maður er þjálfara þá þolir maður streituna betur. En það sem skiptir mestu máli er að við áttum okkur á því hvaðan álagið kemur og sjáum fyrir okkur að hafið þið hitt jákvæðan golfara til dæmis? Upp með hendi einhver sem hefur hitt? Já, þið þekkið einn. Þú veist, ég ætla að segja sögu á einu sem ég þekki hérna, sem að fór í golf og hann gat ekki spilað, þú veist, 9 holur og svo hitti hann út á golfvelli og svo hvernig gekk? Það gekk ömurlega. Nú, hvað segir þið? Ég fór á 18 holur og ég hitti ekki högg. En markmiðið, það var að fara 18 holur, skilur. Það var ekkert markmið að hitta högg. Þannig að fyrst fer maður 9 holur, eða 2 holur eða 3 holur, síðan fer maður 18 holur, síðan fer maður að, þú veist, maður er skilið að slá vel eða maður æfir ekki leið. Þannig að það er alltaf golfarað, ég misti 3 bördi, ég fekk ekkert par, þetta var ömurlegur hingur, vitið þú veist, ef þið þekkið einhvern jákvæðan golfar þá bara sendið mér póstun og ég ætla að hitta hann, bara að hafa viðtalið við hann, því að málið það er bara fullt af fólki sem að við erum með 66.000 hugsanir á dag og við þurfum að hafa þetta jákvæðir hugsanir. Það er bara svaklega margir sem nölla út í eitt. Hafið hlustað út bara sögu, þú veist? Hafið þið heyrt eitthvað jákvætt? Þú veist, kona mín, hún segir, Gauti, af hverju hlustar á útvarp sögu? Þú veist, ég þarf að segja fólki frá þessu. Ég hlusta á útvarp sögu bara til þess að hlusta á bulliði fólki, skilur. Það er aldrei neitt jákvætt, bara ekki einu sinni, skilur. Þannig að, þú veist, sem dæmi þetta, þá var ég á Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000 og Vala Flósadóttir, hún var þar í stangastökkinu minni og hún var alltaf að æfa sig og stökk og gekk ekkert svakalega vel. Það var dálítið að hoppa bara stutt og langt, stutt og ekkert alltaf langt. Þannig að ég talaði við þjálfarinn og sagði, má ég tala við hann í 5 mínútur, aðeins að heyri inn hljóðið. Og hann sagði, já, getum við alla vestina, sko. Þannig að ég spjallaði henni í smá tíma og sagði henni þetta sögu með þetta jákvæð og þetta neikvæð og sagði að mér finnst þú, nú er ég búin að vera með henni 2 vikur og mér finnst þú vera alltaf neikvæð, sko. Ég stökka bara illa, skilji. Og ég fór í þetta með hann af því að þegar maður brosir að þá nota ég 17 vöðvi í andlitinu. Skilji, nú er ég brosa hérna, ég er alvarlegur, þá er ég bara í þrekanum. Ég er með 37 vöðva á fullu hérna, þú veist. Þannig að ef maður brosir að þá er allt önnur nálgun, sko. Þannig að ég fekk hann alltaf að vera jákvæð í 1 dag. Svo fórum við á æfingu seinniparti, ég kom aðeins á eftir og svo þegar ég kem inn á völlin þá kemur hlaupaði, Gauti, þetta virka, ég fór 44, þú veist, 2 sinnum, skilur. Þannig að eftir það þá er ekkert, þú veist, þá bara var hún bara, þú veist, bronsið og allt þetta kjaftaði, ekki bara þess vegna, hún átti þetta allt inni, skilji, en þetta var að því komin úr þessu að fara að stökkva 4 metra upp í 4,50. Þess vegna þurfum við að vera jákvæð og hamingjusöm og gera gamla okkar og hlæja og gera fullt af hlutum af því annars er lífið alveg helvíti erfitt. Þannig ég
held að þetta verði bara lokári mín í dag og vona að þið hafi haft eitthvað gagn af þessu og við sjáumst síðar. Ef einhverja spurningar þá bara ég til í að svara þeim.